Nú ætlum við að gera efnisyfirlitið og ég ætla að þið sjá að hér allt rétt gert og ef allt rétt gert hér með heading 1 og heading 2 þá ætti efnisyfirlitið að líta svona út að það verði indregin hérna allar fyrirsagnar sem enda á greind. Nú ætla ég að ganni mínu bara til að sýna ykkur hvernig það kemur út ef það er ekki alveg rétt og eins líka hvernig eigi að leiðrétta ef að kemur óvart upp ykkur villa. Þá ætla ég að setja þessa hérna fyrirsögn í heading 1. Síðan ætla ég að fara, ég er upp á blaðsíðu 3, þar sem efnisyfirlit á að vera og þið takið eftir að við settum ekki efnisyfirlit í heading 1 eins og það mun vera gert þegar við erum búin að gera allt af því að við viljum ekki orðið efnisyfirlit fari inn í efnisyfirliti sjálft og þið munið efnisyfirliti notar heading 1 og heading 2 til að búa til efnisyfirliti. Þannig að núna þá smelli ég hér bara fyrir neðan efnisyfirlit orðið og við þurfum að fara hér inn í references hérna upp á bláa og velja hérna table of contents og smetla á þetta efsta. Þá sjáum við fáum hér í efnisyfirliti. En það lítur ekki svona út og þið sjáuð að hérna líka svo hreyfigreind. Það er ekki alveg rétt gert. Og núna til þess að laga þetta þá þurfum við að fara aftur hérna niður til þess að breyta þessu líka svo hreyfigreind í heading 2 og fara svo aftur hérna upp á blaðsíðu 3 og smetla hérna á þetta og fara hér inn í update table. Stundum kemur svona upp að maður getur ítt á update table hér í kringum efnisyfirliti sjálft en ef það kemur ekki þá ít við hér upp í references og á update table og við viljum án lægi alla töfluna með því að segja update entire table og síðan OK. Og þá sjáum við að þetta breyttist. Núna viljum við ekki hafa efnisyfirliti á ensku þannig að við bara eyðum þessu bláa orðið út og veljum síðan allan textan. Þó að við smellum á þetta að koma svo ljóskara þá er það ekki nóg. Við þurfum að draga yfir alveg þannig að þetta verður dökkgrátt. Förum síðan aftur hér í home og inn á þetta hérna sama stað við gerðum í textanum til þess að gera línubili rétt. Smellum hér og veljum 1,5 í línubil. Við skulum bíða með að setja þetta hérna orð í hérna heading 1 þangað til við erum búin að setja alla myndir inn og gera allt annað í efnisyfirlitinu. Við förum bara þegar við förum að gera forsíðuna þá setjum við þetta í heading 1 í leiðinni af því að þegar við setjum myndirnar þá eiga þessi blaðsíðutöl eftir að breytast aðeins og við ætlum að vera búin að gera efnisyfirliti alveg rétt áður en við setjum þetta í heading 1.